Öll fangelsi landsins eru yfirfull og hvorki hægt að taka við fólki í gæsluvarðhald né afplánun. Félag fanga sakar stjórnvöld mannréttindabrot með því að vista þá sem hefur verið synjað hæli í fangageymslum lögreglu. Vonir glæddust í dag vopnahlé í Úkraínu eftir að Trump Bandaríkjaforseti og Zelenský Úkraínuforseti ræddu saman í Vatíkaninu. Zelenský segir að mögulega verði fundurinn talinn sögulegur síðar meir. Yfir 400.000 komu saman í Páfagarði og á götum Rómar í dag þegar Frans páfi var borinn til grafar. Leigubílstjóri segir sífellt algengara að konur biðji kvenkyns bílstjóra af ótta öryggi sitt. Framkvæmdastjóri leigubílastöðvar íhugar að merkja bíla sem konur aka. Mörg listaverk urðu til úr rusli sem fannst í fjörunni við Eyjafjörð á dögunum. Þar fengu forvitnir krakkar fræðslu mikilvægi þess að hugsa vel hafið. Gott kvöld. Félag fanga gagnrýnir að þeir sem hafa fengið synjun á hælisumsókn séu vistaðir í fangageymslum lögreglu. Fangelsismálastjóri vill skoða hvort hægt sé að beita rafrænu eftirliti í stað gæsluvarðhalds. Hælisleitendur sem fá synjun á umsóknum dvalarleyfi þurfa að yfirgefa landið, annaðhvort sjálfviljugir eða í lögreglufylgd. Rúmlega 220 voru á lista lögreglu í byrjun mánaðar yfir fólk sem dvelur ólöglega hér á landi. 70% þeirra sem sæta gæsluvarðhaldi eru erlendir ríkisborgarar og þar af tugir sem bíða þess að vera fluttir úr landi. Öll gæsluvarðhaldsrými eru yfirfull og hafa sumir verið færðir í fangageymslur lögreglu til lengri tíma. Þetta gagnrýnir félag fanga, aðstæðan það sé verri í fangelsum, fangar búið við einangrun og takmarkaða útivist. Þegar fólk vistað á stað þar sem það getur ekki sofið eða fær ekki útivistir, þá þetta klárlega brot á grundvallar mannréttindum, alþjóðasamningum. Þetta í raun og veru ekkert annað en pyntingar. Það ekki hægt að kalla þessu neinu öðru orði. Settur fangelsismálastjóri segir að staðan sé afar þungum þessar mundir. Staðan núna svo að fangelsin eru yfirfull, meira og minna, og við getum ekki tekið við mönnum, hvorki gæsluvarðhald né afplánun. Fjölgun alvarlegra afbrota skýrir þessa stöðu að miklu leyti. Hann telur þó rétt að skoða hvort hægt sé að beita öðrum aðferðum til að gæta þeirra sem bíða brottflutnings. Af því við höfum verið að tala hér einstaklingar sem að sæta gæsluvarðhaldi og ekki grunnar refsiverðar háttsemi, heldur eru vistaðir í fangelsum á grundvelli þá útlendingalaga og reyndar lögum fyrir sakamála beitt í þeim tilvikum að það er auðvitað að fara vægara leið og beita farbanni og ökklabandi í þessi stað. Þetta er eitt af því sem held ég að þurfi nú að skoða en eru auðvitað daldið umleikis og talsvert umsýslu. En þetta er svona það sem við teljum að þurfi að skoða og taka verulega til skoðunar og reyna að hugsa í lausnum til þess að leysa úr stöðunni eins og hún í dag. Leiðir að skilyrðislausu vopnahléi í Úkraínu og varanlegur friður voru meðal þess sem Volodymyr Zelenský og Donald Trump ræddu á stuttum fundi í Péturskirkjunni í Páfagarði í morgun. Þeir settist niður rétt fyrir útför Frans páfa. Zelenský sagði eftir fundinn að hann hefði verið táknrænn og að ef það sem þeir ræddu yrði að veruleika, yrði mögulega litið á fundinn sem sögulegan. Þetta var fyrsti fundur þeirra eftir átakafundi í Hvítahúsinu í lok febrúar. Zelenský nýtti ferðina til Rómar til funda með fleirum, svo sem forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og forsætisráðherra Bretlands. Mr. President, how did the meeting with Trump go? We had productive meeting. I don't want to go to a lot of details if it's possible because the questions, very sensitive questions on, of course, totally it's about how to bring peace closer and how was resultative, positive Paris and London, and we want to continue such meetings to bring peace to Ukraine. Dagný, Zelenský virðist ánægður með fundinn, hefur eitthvað heyrst frá Trump eftir fundinn? Já, Hvítahúsið sagði eftir fundinn að hann hefði verið mjög árangursríkur. Trump sjálfur hefur nú ekki tjáð sig fundinn, en hann birti færslu á samfélagsmiðlum eftir hann þar sem hann gagnrýndi Pútín. Hann sagðist velta í fyrir sér hvort Pútín væri alvara með því að vilja vopnahlé eða hvort hann væri bara að draga Bandaríkjastjórn og asna eyrunum með því að segjast vilja það.
Hann gagnrýndi síðustu árásir Rússlands á Úkraínu og sagðist velta í fyrir sig hvort hann ætti að auka í refsiaðgerðir gegn Rússum. Og Trump hefur þótt hliðhollari Rússum en Úkrænumönnum, allavega í orði síðustu daga. Þannig að þetta eru svolítið tíðindi að hann skuli gagnrýna Pútín. Einmitt, slæði svolítið nýjan tón, en hafa þá komið eitthvað viðbrögð við Rússum við þessu? Já, talsmaður Kremlar, hann sagði í dag sem sagt að Rússar myndu vilja beinar viðræður og þeir væru tilbúnir að ræða vopnahlé án þess að væri nokkuð skilyrði áður. Og Steve Witkoff sem erindreki Bandaríkjastjórnar í þessum viðræðum, hann var í Moskvu í gær og ræddi við Pútín og það ræddi þann möguleika að fulltrúar Úkraínu og Rússlands myndu hittast á fundi. Þetta hefur alltaf verið þannig að Bandaríkjamenn hafa fundað með sitt hvorum, þannig að þetta er eitthvað sem verið að velta upp. En hvort þetta verða veruleika, það vitum við ekki. Einmitt. Og eins og nefnir, það gengur á með fundum, að það verið tíðir fundir síðustu vikun og Bandaríkin hafa verið að þrýsta á Úkraínumenn að gefa land eftir til Rússa í þessum viðræðum. Er útlit fyrir að sé eitthvað þokast í samkomulagsátt, telurðu? Það virðist vera örlítið meiri bjartsýni í loftinu en áður, en það er auðvitað ofsalega erfitt að segja. Það varð smá breyting í gær að því að stjórnvöld í Úkraínu hafa ekki viljað ræða það að gefa hernum í land eftir til Rússa, en svo sagði Zelenský í gær að ef að myndi takast að koma á vopnahlé þá mætti ræða allt og þar á meðal skiptingu lands. Þannig að við sjáum hvað setur, en það er alveg ljóst að það ber mikið í milli. Já, en eins og við sáum á myndunum á, það voru margir ráðamenn samankomnir í Róm í dag til að vera við útför Frans páfa og við skulum sjá hvernig hún fór fram. Frans páfi lést á mánudag á annan í páskum, 88 ára að aldri. Hann hafði gegnt embætti páfa í 12 ár. Talið er að 400.000 manns hafi komið saman í Páfagarði og víða miðborg Rómar í dag þegar hann var lagður til hinstu hvílu. Þúsundir komu erlendis frá, þeirra á meðal fjöldi þjóðarleiðtoga. Athöfnin hófst snemma í morgun við Péturskirkjuna í Páfagarði. Il plebiscito di manifestazione di affetto e di partecipazione che a tutti abbiamo visto dopo il suo passaggio da questa terra all'eternità ci dice quanto l'intenso pontificato di Papa Francesco abbia toccato le menti e i cuori. Hefð hefur verið að páfar séu jarðsettir í Páfagarði en svo er ekki með Frans. Ekið var með kistu hans í gegnum miðborg Rómar að kirkjunni þar sem hann hvílir. Meðfram leiðinni, sem er nokkura kílómetra löng, hafði mikill mannfjöldi safnast saman og hvatti páfa í hinsta sinn. Og það er hér í Basilíku Mario Maggiore í 4 kílómetra fjarlægð frá Vatíkaninu þar sem Frans páfi kaus að vera lagður til hinstu hvílu með ákaflega einföldum grafstein og við hliðina á helgimynda Maríu mey 1500 ára gamalli helgimynd sem var honum sérstaklega kær og þar sem hann lagðist reglulega á bæn. Fyrsta heimsókn Frans páfa daginn eftir að hann settist í páfastól fyrir 12 árum var einmitt hingað í Basilíku heilarar Maríu til að biðjast fyrir í einn af 6 kapellum Basilíkunar við altari sem prýtt er einni kunnustu og elstu helgimyndum kristninnar, Salvus Populi Romani fyrir frelsandi heilsu Rómverja sem er einn af titlum Maríu meyjar. Myndin barst til Rómar frá Krít fyrir 1435 árum og er stundum eignuð sjálfum Lúkasi Guðspjallamanni sem líka var málari. Og Frans hafði það fyrir sig að heimsækja kapelluna fyrir og eftir öll sín ferðalög. Það er ekki algengt að páfar séu bornir til grafar utan páfagars en þó eru 7 af 266 páfasögunar grafnir hér, sá síðasti fyrir 350 árum. Og gullislegin glerkista Píusar páfa 5. geti verið ólíkari fyrir einföldu gröf og grafsteini sem Frans páfi óskaði sér og sem hér á bakvið vegg var verið að undirbúa fyrir útfarardaginn. Og það voru mun fleiri en Jón Björgvinsson sem kvöddu páfa í dag. 100.000 voru á götum Rómar og minntust páfa sem sameiningatákns sem hafi fært kaþólsku kirkjuna nær fólkinu.
C'est la tristezza c'è, ma lui stesso è come ci ha preparato durante questo anno giubilare, no? Di speranza. Ci ha lasciato questa parola di speranza che noi portiamo con la fede. Per me Francesco, oltre ad essere il capo della Chiesa, nonché anche il capo della nostra congregazione, cioè dei Salesiani, era un po' un modello di vita. Cioè ha mostrato una Chiesa povera, attenti ai poveri, con un clima familiare, che era quello che i cristiani, i fedeli avevano bisogno in questo tempo. Oh, he's the most humblest person I've ever known. I mean, the simplicity and the way he shepherds all the people, especially the Catholic Church. Not only Catholic Church, he also embraced other religions. Pope Francesco has been a great pope, we can say, in the history of the church, because when he came, he looked at the person like we can say the poor, those who have no person to talk to. Og þá hingað heim. Sífellt fleiri konur vilja einungis ferðast með kvenkyns leigubílstjóra vegna umræðu óviðeigandi framkomu bílstjóra og ofbeldismál. Til skoðunar að merkja leigubíla sem konur aka. Talsverðar umræður hafa verið á samfélagsmiðlum undanfarið þar sem konur segjast óttast öryggi sitt í leigubílum, ekki síst eftir að 2 menn, leigubílstjóri og vinur hans, voru dæmdir í fangelsi fyrir að nauðga kvenkyns farþega. Haraldur Axel Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hreyfils bæjarleiða, segir í skriflegu svari til Fréttastofu að aukist hafa beðið sér sérstaklega kvenkyns bílstjóra, það séu fyrst og fremst konur sem biðjum það og oftar á kvöldin og helgar. Hann segir að stjórn Hreyfils skoði hvort merkja í kvenkyns bílstjóra sérstaklega. Já, það hefur orðið svolítið aukning á því. Að það er hringt inn á stöðun og beðið kvenkyns leigubílstjóra. Og af hverju gerir fólk það? Það hefur bara aukist eftir að nýju leigubílalögin komið til. Og hverjir biðja kvenkyns leigubílstjóra? Það er svona sennilega stærsti hópurinn bara unga konur. Kristjana segir að breytingar á leigubílamarkaði valdi óöryggi hjá farþegum, sér í lagi ungu fólki sem er úti að skemmta sér og líka þeim sem séu komnir á efri ár og hættir að keyra. Því bara stendur ekki á sama eftir að leigubílalögin breyttust og það fara bara ekki allir upp í bíl með hverjum sem er. En er ekki áhyggjefni að fólk skuli fyrir að biðja bílstjóra tilteknu kyni til þess að finnast að vera öruggt í leigubíl? Jú, mér finnst það og mér finnst bara að það ætti alls ekki að þurfa að vera svoleiðis. En því miður hefur þróun orðið þessi. Tugir létust í árásum Ísraels hers á borgina Khan Yunis á Gaza í nótt. Herinn hefur boðað hertari árásir næstu daga og ísraelskir ráðamenn segja litla von vopnahlé. Samningamenn Ísraela og Hamas hittust í Kaíró í Egyptalandi í dag. Hamas samtökin sögðu frá því í morgun að þau væru reiðubúin að sleppa úr haldi öllum gíslum gegn samningum við Ísraela 5 ára vopnahlé. Talið enn séu minnst 24 gíslar á lífi. Árásir hafa verið gerðar nær alla Gazaströndina síðustu daga. تم استهدافهم عن طريق طيارة انتحارية دخلت بيتهم على الساعة 12 تقريبا في الليل وتم استهدافها هي وأطفالها الاثنين. حوالي 40 نفر فيها، طلعنا ولسه ضايل فيه كمان كتير يعني. الصبحيات جبنا 4 منهم وغير الليلة خدناهم كمان 200 على الشفا وغير المتصابين ولحتى الآن في لسه موجودين في موتى تحت. Virginia Giuffre, einn þeirra sem sakaði bandaríska athafnamannin Jeffrey Epstein kynferðisbrot látin. Hún var 41 árs. Í yfirlýsingu fjölskyldu hennar segir hún hafi svipt sig lífi á heimili sínu í Ástralíu. Giuffre var meðal þeirra fyrstu sem steig fram með ásakanir á hendur Epstein. Hann var ákærður fyrir mansal og nauðganir á ungum konum og táningsstúlkum og svipti sig lífi í fangelsi árið 2019. Hún höfðaði einnig mál gegn Andrési Bretaprins árið 2021 og sakaði hann að hafa beitt sig kynferðisofbeldi. Aðrar konur sögðu hugrekki Giuffres hafa gert þeim kleift að segja frá eigin reynslu. Og við minnum á að ef þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvígshugsanir, má allan sólarhringinn hafa samband við Píetasamtökin og Rauða krossin í síma 1717. Minnst 8 létu lífið og yfir 750 slösuðust í mikilli sprengingu í stærstu hafnarborg Írans í dag. Sprengingi var mjög öflug og olli miklum skemmdum langt út fyrir hafnarsvæðið.
Höfnin er ein helsta birgðastöð olíu í Íran. Ekki er vitað hvað olli sprengingunni en hún fannst í alltaf 50 km fjarlægð. Mikinn reyk lagði frá hafnarsvæðinu í borginni Bandar Abbas sem er rúmlega 1000 km suður af höfuðborginni Teheran. Alþjóðlegur dagur diskósúpunnar var haldinn hátíðlegur í Reykholti í Bláskógabyggð í dag. Forsvarskona segir mikilvægt að landsmenn skoði í ísskápinn reglulega og skelli í súpu til að sporna við matarsóun. Dýrindis matarilmur tók á móti gestum og gangandi í félagsheimilinu Bergholti í dag þar sem boðið var til súpusamsætis í tilefni dagsins. Diskósúpan kemur frá Slófútsamtökunum og byrjaði út í Berlín 2012 og það var bara fólk sem ofbauð þetta, þessi matarsóun sem var í gangi. Þannig að þau söfnuðu saman hráefni sem átti að henda, innréttuðu góða vöruskemmu með eldhúsáhöldum og svona dæmi, fengu fullt af sjálfboðaliðum og nokkra góða DJ-a. Því það var að gera súpa fyrir 8000 manns. Og þaðan er nafnið komið, dans og diskó með dass af súpu. En hvað skildi vera í diskósúpu? Þetta er grænmetisúpa. Það er paprikur og kartöflur og blaðlaukur og alls konar og linsubönir í henni. Þannig að þessi hendaði upp á því að vera vegan og glútenlaus, hrikalega góð. Svo er önnur þarna frammi sem er kartöflur og epli og svo er ein svona gulróta kjötsúpa í byggja. Það er nefnilega hugmyndafræðin með bakvið diskósúpuna. Það er engin uppskrift. Það er ekki því við notum það sem er til. Og það er svona fegurðin í því. Og súpan rann ljúflega niður. Herðu, þetta er bara rosalega gott hjá henni Dóru. Bara virkilega gott. Hvaða súpu ertu að borða? Veistu eitthvað hvað þetta er? Dóra, var þetta ekki bara diskósúpa með grænmeti? Vegan með þessa? Ég er súpu númer 2 og alveg afskaplega góðar allavega þessar 2. Og hérna krafturinn í þessum súpum er alveg óendanlegur og mjög hollur. Ég er alltaf ánægð með svona atburði að því að bæði þá eru að vekja athygli að þær eru náttúrulega þessar konur og þetta fólk hér að vekja athygli á sóun, matarsóun og við eigum auðvitað ekki að henda mat, þannig að já, diskósúpa er bara frábær. 120 kíló af mat sem átti að henda fóru í súpugerðina. Dóra segir þetta allt of mikið og hvetur fólk til að kanna hvað leynist í skápunum. Hvernig væri að taka svona helgamáltíðina núna, ekki fór út í búð, heldur bara eld úr því sem þú átt heima. Ég vissum að það verði eitthvað hrikalega skemmtilegar samsetningar til, því að það alltaf lúmsmikið til í skápunum okkar, miklu meira heldur með höldum. Fólk á öllum aldri tók þátt í fjöruhreinsun við Eyjafjörð á dögunum. Yngri plokkarar voru sérstaklega duglegir og bjuggu til listaverk úr rusli sem fannst í flæðarmálinu. Yeah. Normally we find a lot of plastic pieces as well, like this here from a cap, I guess. Jóhanna er hluti af teymi samtakana Ocean Missions sem hafa undanfarin 6 ár unnið að hreinsun strandlengju Íslands. I mean, I see a big piece over here. Is this something you find a lot? Yeah, we find a lot of styrofoam because it breaks down into tinier pieces. And apparently there has been a spill here, so we find a lot of pieces everywhere. Þau bjóða fólki reglulega að slást í för með sér við að plokka rusl úr fjörum á Norðurlandi og hvetja sem flesta til að leggja sitt af mörkum, því af nægu sé að taka. The best thing is really to start. Every little thing helps, every little cleanup helps. Í þetta sinn var plokkið hluti af barnarmenningarhátíð á Akureyri. Fjölskyldum var boðið í fjöruferð og forvitnir krakkar fengu fræðslu mikilvægi þess að hugsa vel hafið. Svo var tekið til hendinni. Ég fann plast og fjöður og plast og fullt af fjöðum. Og ætlarðu að fara á bókasafnið á morgun og föndra úr öllu ruslinu? Já. Hvað langaði að búa til? Fugl. Búa til fugl, auðvitað, úr fjöðrunum? Já. Í sjónum með sífellt sveifla, ég segi og skrifa það. Þeir fyrstir í fasta landið, en þar þarf að fara í bað. Það finnum við slíka fegur. Þá skulum við sjá hvernig viðrar á okkur næstu daga. Á morgun verður hæg breytileg átt og stöku skúrir sunnan og vestanlands en yfirleitt þurrt á norður- og austurlandi og útlit fyrir þoku við norður- og austurströndina. Hiti 6 til 13 stig. Veðurfréttir á sínum stað á eftir íþróttafréttum, þar verður ýmislegt á boðstólnum, fimleikar, badminton, fótbolti og margt fleira. Íslandsmótið í áhalda fimleikum hófst í dag.
Óvænt úrslit urðu í karlaflokki þar sem keppni var æsispennandi. Einnig var keppt á Íslandsmótinu í badminton í dag. Þar mátti bæði finna nýja Íslandsmeistara sem og þekktari stærðir. Við kíkjum á ensku bikarkeppnina, úrvalsdeildirnar í handbolta og körfubolta og heyrum í einum frambjóðanda til forseta ISÍ. Ég langhæfastur til þess að gera þetta. Ég er búinn að skoða þessa frambjóðendur sem þarna og það enginn með sömu reynslu og ég. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Öll fangelsi landsins eru yfirfull og hvorki hægt að taka við fólki í gæsluvarðhald né afplánun. Félag fanga sakar stjórnvöldum mannréttindabrot með því að vista þá sem hefur verið synjað hæli í fangageymslum lögreglu. Vonir glæddust í dag vopnahlé í Úkraínu eftir að Trump Bandaríkjaforseti og Zelenski Úkraínuforseti ræddu saman í Vatíkaninu. Zelenski segir að mögulega verði fundurinn talinn sögulegur síðar meir. Yfir 400.000 komu saman í Páfagarði og á götum Rómar í dag þegar Frans páfi var borinn til grafar. Leigubílstjóri segir sífellt algengara að konur biðji kvenkyns bílstjóra af ótta öryggi sitt. Framkvæmdastjóri leigubílastöðvar íhugar að merkja bíla sem konur aka. Og mörg listaverk urðu til úr rusli sem fannst í fjörunni við Eyjafjörð á dögunum. Þar fengu forvitnir krakkar fræðslu mikilvægi þess að hugsa vel hafið. Þá þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við minnum á fréttavaktina á RÚV.is sem staðinn allan sólarhringinn. En við segjum þetta gott í bili. Takk fyrir samfylgdina og öllum okkar miðlum þar sem af degi. Njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Alla leið. Ómissandi upphitun fyrir Eurovision. Í þáttunum verður farið yfir öll lögin sem keppa í Eurovision í ár. Þau vegin og metin og reynt að spá fyrir gengi þeirra í keppninni. Kraftaverkatíð, The Miracle Season. Sannsöguleg bandarísk kvikmynd frá 2018. Það mikið áfall fyrir skólalið kvenna í Blaki í Iowa þegar vonastjarna liðsins lætur lífið í umferðarsleysi. Stelpurnar þurfa að taka á hann á stóra sínum ætli þeir að sigra meistaramót ríkisins. Undir sandinum, sannsögulegt danskt þýskt drama frá 2015. Eftir síðari heimsstyrjöld þvingar danski herinn hóp þýskra stríðsfanga sem vart eru komnir af barsaldri til að sinna því lífshættulega verkefni að fjarlægja jarðsprengjur og gera þær óvirkar. Vikum saman voru þekktir Íslendingar hundeldir borg og bí. Við viljum að kortleggja X-menn. Já. Myndavélar voru faldar í vonum að grípa meinta óvinni glóðvolk.